Komið sæl. Nú, Vigni Vatnar Stefánsson að tafla í Serbíu eins og flestir þekkja. Hann að hefja sitt annað mót á 3. Sýnist að þetta séu svona að mestu sömu keppendur. Og hann átti skemmtilegt endatafluna í 4. umferð. Áður við kíkjum á það, ætlum við að sjá endatafl af sama toga. Eitt af frægari slíkum í sögunni á milli Capablanca með hvítt og Frederick Yates með svart. Fá hann annar lit á peðina Yates. Þetta svona eitt frægasta 4 peð á móti 3 hróksendtafl í sögunni. Almennt séð á eiga þessi endatafl af réttefli ef að rétti varist, en það þýðir ekki að í praktísk skák þá alltaf að reyna og þá alltaf möguleikar. Og lengi vel héldu menn út af þessari skák að þetta væri jafnvel bara unnið á 4 peð móti 3, en menn á því í dag að það sé jafntefli. Nú, í byrjun endataflis þá svona teldur þetta ekki alveg nógu nákvæmt. Capablanca leikinn á hrókur A6 sem að ég segi sér mistök og svartur svarar með hrókur B4 sem líka mistök, H3 hrókur C4 og svo framvegis. Við bökkum Capablanca átt að sjálfsögða leika G4 sem fyrst. Reyndan kannski svartur að leika H5 samt, þar sem hrókurinn stendur vel. En almennt séð þá vilju leika G4 til að helst koma upp fyrir H5 með hægtir. Þessi tilviki verða kannski ekki alveg hægt. En svartur átti klárlega sjálfur að leika Hannes 7 til Hannes 5. Og þetta almennt talin svona besta uppsetningin, að því að hvítur eiginlega til að búa til frípeð þá þarf hann að skipta upp á svo mörgum peðum. Það þarf að leika H3 til að leika G4, það var að kaup, svo þarf hann að leika F4, F5, það var aftur kaup og svo þarf hann að lása að koma með E-peði og það var einn kaup viðbót og þá þarf hann bara að kunna halda því sem á að gera. Þannig að hrókur B4, H3, hrókur C4 og komur nokkru leikir og svo loks hér þá kemur G4 að Capablanca. Og tökum eftir hvernig hann stillir peðanum. Byrjar að leika G4, stoppar H5, hefur hrókina á 5. Og oft eru svona leikamenn svona nokkur hróksleikir svona fram og tilbaka. Það þurfi ekki allir leikir að vera eitthvað nákvæmir. En núna komum peðin hjá hvítum. Peð á F4, býðum með E-peði til að hafa svona smá skjól fyrir kóngin á 3. röð. Og næsta sem gerist í hvítum að hann fer að stað með H-peði, H4 og H5. Þetta verður náttúrulega ekki hægt ef að svartur leikja H5 og þetta kannski einlega svona til að setja pressu ef þau eru að tefla með 4 peð á móti 3 í svona stöðum. Sjáum að hvað hvíta uppstillingin er sterk, hrókurinn valdaður og peðin svona valda hvort annað hrókin og hrókurinn valda peðin. Þetta er svona solid uppstilling og eftir H5 þá eiginlega á svartur ekkert svakalega góða möguleika. Hann gæti ekki G5, þá situr eftir veikleiki hér, við getum komið með kóngin, getum mögulega ekki hrókur F5 og drepið og fengið frípið á hálínni, ég held samt að kóngur F3 væri skynsamlegast. En semst eftir hrókur 1, kóngur F3 og hrókur í burtu og þá drepur Capablanca á G6. Svartur hefur getið drepið á H5, fengið sömu stöðu en hann drepur hér. Og svartur drepur með kóng. Ef hann drepur með peði þá hvítur svona náð ákveðum árangri. Þá getur hann að fara að íta þessu peði og jafnvel í kjölfari kemur hitt peði og hann fær 2 samstað frípeð sem verður náttúrulega algjörlega glata að hvítur fengið 2 samstað frípeð á móti 1 og sérstaklega H-peði sem er ekkert sérstætt. Þannig að kóngur drepur og þá fer E-peði af stað, kemur einhverjar skákir, hrókur F5 til að valda F4 og svo kemur E-peði af stað og hann stillir eiginlega svolítið aftur upp með svona þessa uppstillingu, svipað á það. Við erum búin að færa þetta svona, spegla þetta og færa þetta aðeins framar. Og svo bara komum kóngum í spilið og hér kemur nefnilega mikilvægt að hann nær 8. röðinni og leikur F5 og ég held að sé mikilvægt í þessu endtafli þegar menn reyna að vinna, ná 8. röð og íta svo F6. Þá er þetta eiginlega dauðans maturinn peðin á F7. Þannig að kóngurinn kemst upp Capablanca en tilbúin að gefa G-peði þegar hann er að leika
F6 og vinna þetta peðan F7. Ég held að staðan sé orðin unnið hérna. Kóngurinn kemur að einhver biðleikur og svo kemur F6 og þá var þetta eiginlega algjörlega búið. Hrókur G8, hrókur G7 og svo kemur kóngnum að og leikur E6 og takk eftir í lokin að G5 Capablanca var sérstaklega fættur fyrir þetta, nota svona fórna peði til að búa til svona regli fyrir kóngin og nú er engilega að skáka hérna, kóngurinn alveg örugur og þetta er bara tímasmál í stöðunni hóta hvítur að leika hér, skák og svo fara hann dróningu þannig að Yates gafst upp. Það er eiginlega merkilegt hvað er mikið líkindi með þessi endatabli og endatabli sem kemur hjá Vigni. Skulum skoða það hérna. Það er enda að renna við skákinu eldsnögt frá byrjun. Vigni hafði hvít hérna, líkt dróning B3. Þetta er svona sniðjum variantur að við forvast teóriu. Reyndar er þú veist flesti variantur sem maður allar forvast teóriu. Það komið svona ákveðin teóriu þar. Ég veit að hérna að Stone er hreyfuna þessi með hvitt og ég veit að Gúruvíts telt ykkur skákir. Þetta er svona mjög solid leið fyrir hvítan. Ok, sjáum að hvítur undirbýr hérna E4, þannig að þetta er E4 nær henni biskupparið. Þetta er bara E4 með riddara og hvítur höfðu biskupparið. Þetta hafði raun allt telst upp á þessari stöðu. Ein skák sem ég fann ykkur ungverjar paras kissa með svartleik heldur hrókur D8 en E5 með nýjung. Þetta er drepið hrókur D7. Hvítur með smá frumkvæði. Hvítarlindabiskuppin er betri og sjáum það mjög fljótlega og sérstaklega þessi pressa F7 sem er leiðileg fyrir svartan. Hrókur D8, hrókur D, drepi og svartur fær vissulega þetta B2 en nú sjáum við að hvítarlindabiskuppin hann ætlar á þessi skálinu hérna, sterk skálina og leiðileg pressa á F7. Að móti nær hvítur alltaf að leika bara E3 á þessari skálinu þannig að það verður ekki sama pressa á þessari skálinu. Sjáum það líka seinni í skákinni, B5, dróning 4, hóta máti með H7, G6, nú kemur biskupinn á skálinuna, C5 ætlar að loka skálinunni þannig að Vigni setur biskupinn á D5 til að halda honum þar, kongur G7, hrókur A7 nær peðið tilbaka og dróning D4. Sjáum að svartur ætlar að reyna að einfalda tablið, hann er undir svona leiðilegri pressu F7-reitnum og ekkert sérstætt mótspil í rauninni. Vandamáli er að hvítur nær hérna eftir E3, nær þessu BP. Það má kannski ræða það svona menn stúdar þetta eitthvað harðar hvort að biskup eitthvað annað hefði verið betri því að hvítur nær núna að skipta upp drepa C4 og drepa E5 og færi þetta tabl 4 móti 3. Hann byrjar á leika hrókur B5, hóttar að valda P-ið þannig að svartur verður að drepa P-ið og nú kemur mjög ánægður hérna með þennan leik hjá Vigni. Hann greinilega þekkir þetta, hann þekkir þessa aðal varnara fyrir svörtum að leika þessar P-inn á H5 og leifir það ekki, leikur G4, mjög mikilvægur leikur, ungi skákmenn eiga að kunna þetta þannig að þetta er plús í kladdan hjá Vigni, G4 og svo er svolítið skemmtilegt að hann teflir þetta eiginlega nákvæmlega eins og Capablanca og verður gaman að heyra hvort hann hafi þekkt þessa skák því að H4 F4 hérna kemur skák, kongur tilbaka og H5 alveg eins og Capablanca gerir þetta í þessu tilviki þá drap held í Momčil Petkov, ég held að það sé alþjóðleikmeistari þessi anstæðingur Vignis Momčil Petkov, drapa H5, prófdur upp H5 þannig að við erum meira að minna með sömu peðastöðu ekki meira að minna, bara nákvæmlega menninni kannski standa svona aðeins öðruvísi alltaf hrókur F1, kóngurinn fer á stað hérna hrókur D6 þannig að svolítið svona býð átetta hérna kóngur F2, hrókur A1-4 við veitum enn nákvæmlega eins og að Capablanca gerir þetta hrókur A6 og kannski hérna er spurning hvort að Vigni þátt að leika hrókur D8 og taka 8. reitaröð ekki ósvipað á Capablanca leika hérna hrókur D8 koma svo með kóngin og þessi hótun hérna er ansi leiðinleg við að eiga fyrir svartan í staðleikur Vigni hérna kóngur E3 og kemur kóngnum hérna í spili leikur F5 alveg eins og Capablanca kóngur D5 kóngur F8 góða leikur hleypir kóngnum ekki að
E6. Hérna á svartur að leika hrókur 1-1. Leikja því þetta líklega í setjafli. Segjum að hvítur allir hérna eitthvað yfir, þá má svartur drepa hérna og þetta í setjafli. Ég held að við skákum hérna og kongur hér. Getum skákað hann vissulega hér, en nú er þetta raunin bara eins og hérna Fílitor, þar sem hrókurinn er komin undir. Byrjum bara að skáka, hvítur raunin kemst ekkert áfram. Kongur inn, bara skák. Úps, ég ætla að skáka þarna. Skák, kongur tilbaka, skák. Og ef við fyrir hér, þá er þetta að fara hér, bara ná þetta peð. Held að þetta sé jafntefli. En aðstækja Vignis leikur afstæðilega með hrókur A6. Ég held að hrókur D8 hefur verið mjög vænlegt í Vigni hérna áðan í 51. leik. Hrókur D8. Eftir þetta þá kemst þetta peð áfram og nú svartur í vandræðum. Kongurinn er 8, hrókur D6, næri svo E6 peði með skák, kongur F5 og viti menn hrókur F4, G5 alveg eins og Capablanca, svartur gafst upp. Þannig að dreipar hann notar þetta peð bara sem hérna sér reglíf og vinnur. Þannig að Momchin Petkov gafst upp. Flottur sýningur á Vigni. Þetta 4-3 eiga við jafntefli og mjög ánægður að sjá þessa baráttu og hérna, já, útsjóna sem ég á Vigni og vonandi heldur hann áfram á sömu braut. Segjum þetta gott. Takk fyrir í bili.